María, eigum við að tala meira verðbólgu? Já, þetta er svolítið svona, maður veltir því fyrir sér mitt, sko, allir þurfa að leggjast á áróðnar. Almenningur náttúrulega kannski getur ekki beint lagst á áróðnar á annan hátt en það sem hann neyddur til þess að leggjast á áróðnar. Hann náttúrulega bara neyðist til þess að kaupa dýrari matvæli og spara við sig í innkaupum kannski þess svona, að því bara tekjur heimilisins stuð ekki, þú veist, það allavega þannig að mér finnst kannski pínlítið ósanngjarnt að tala að allir eiga leggjast á áróðnar, þannig. Nei, en þeir sem að geta. Þeir sem að geta. Það vil að orða það þannig. Já, eiginlega orða það þannig. En þetta er líka mjög alvarlegt, við vorum að fjalla náttúrulega þetta á fréttavefnum okkar samstöðinni, þá vorum við að draga fram hvernig verðbólga núna er að geta upp kaupmáttin. Einmitt. Svona framferð sem horfir og þá verður öll hækkun, bæði sko launahækkunin sem var samið og líka aðgerðapakki ríkisstjórnarinnar horfin í mitt sumar og þá er ennþá eftir halvt ára samningunum sem er reyndar sko eiginlega óhugsandi að gerist því að ríkisstjórnin verður að stíga fram og hækka eða lækka skatt af lægstu tekjum einhvern tímann, mitt ára eða eitthvað eins og gerði reyndar, hann hækkaði bætur meðan að húsnæðisbætur mitt ára í fyrra, það hlýtur að koma eitthvað slíkt. Já, Guðmundur Helgi Þórarinsson formaður vélstjóra og málmtæknimanna er stíðin fram og segir bara Já, það var á RÚV í kvöld. Já, bara hann segir að forsendu brostnar. Hann er nú með bara samningin sinn í atkvæðagreiðslu. Já. Það er atkvæðagreiðsla til 10. mars sjómannasamningin og þetta náttúrulega riðlar öllum samningum þessi tíðindi og eins og Ásgeir Brynja benti að ná að þá er þetta alvarleg tíðindi. Þetta er ekki bara eitthvað svona sjónarmunur á. Það er mjög alvarlegt að verðbólgan okkar sé í svona miklum hraða og mikill röðun. Við bentum líka á það, tókum að verðbólgur hraðan, það sem hvað er hækkun á milli mánaða, ígildi mikill hækkun á ári og ef við tökum húsnæðisliðin frá að þá er þetta á bara skömmum tíma þá er þetta að fara úr einhverju sko 8% hraða upp í 20%. Akkurat. Þannig að ég veit ekki. En Ásgeir var að tala að allir þyrftu að setjast niður og ákveða raunverulega, hann er að leggja til að verði breytt stefnu Seðlabankans, stefnu ríkisstjórnarinnar. Ég held að það þurfi náttúrulega bara samtaka atvinnulífsins. Þannig að það þurfi eiginlega bara skipt heilabú í öllu þessu fólki. Ég held að það þurfi, ég er alveg sammálanum, ég held að það þurfi að gerast. En heldur það gerist? Nei, ég held ekki. Þetta situr náttúrulega líka sko kjaramálin, þau eru niður í Karphúsi, þar sem að Ástráður Haraldsson er að ræða við þau nýja miðlunartillögu. Mér heyrist og sýnist á umræðinni að það verði erfiðara fyrir hann að sannfæra samtök atvinnulífsins. Já, mér heyrist það búið að vera þannig svolítið bara frá upphafi að það séu samtök atvinnulífsins sem eru í þessu tilfelli sá aðili sem að vill ekki semja. Þannig að sko til þess að búa til miðlunartillögu sem er miðlunartillaga, þá verður að fara frá kröfum samtök atvinnulífsins. Og ég held að vandi hans sé að láta samtöku atvinnulífsins kyngja því að þau verði að þau geti ekki ráð þessu einn að mæta eflingu, þó ekki verið nema að hafa sama kostnaðar sami kostnaður fyrirtæki í Reykjavík eins og fyrirtæki út á landi. Það er nú komið fram, ég held að Moggin hafi mér sem hefur verið með það í dag sem að sýndi hvað aldurshópurinn hjá eflingu er ungur og hvað er lítill starfsaldur þannig og þetta er svona rökin fyrir því að það þurfi að vera að koma fram meiri hækkun fyrr heldur en áður. Ég held að sé erfið fyrir hann að sannfæra samtök atvinnulífsins að kyngja þessu en þó sé það mest vegna þess að til þess að fá miðlunartillöguna samþykkta hjá Eflingu að þá þarf að vera það sem að var í hinni miðlunartillögunni sem væri að hækkanirnar taki gildi 1. nóvember og það samtök atvinnulífsins erfitt með að sætta sig við því að reglan hjá þeim á að vera svo að ef þú ferð í verkfall við okkur þá ferð enga afturvirkni. Nei, einmitt. Þannig ég veit ekki, það kemur bara í ljós eftir kannski þetta komið í ljós, þannig að þetta úrildi sem við verum að segja, bara við verum að segja það. En þess að frestaði verkbanninu? Já, þeir eru búin að fresta verkbanninu. Ég held að það veri vegna þess að þetta verkbann meikar eitthvað sens. Nei, það er spurning hvort það veri ekki bara dæmt ólöglegt líka. Nei, líka það bara sem baráttutæki þá ef þú hótar verkfall á mig 700 manns
og ég hóta þá á móti verkbanni fyrir 21.000, þetta bara passar ekki. Nei, og þetta komið í ljós, það eru mörg fyrirtæki sem ég erfiðleikum með að kyngja þessu. Já, einmitt. Og þá kemur í ljós, segjum að það voru nýjar tölur sem að sögðu að það veri 80% fyrirtækjana og það var ekki verið að tala um peningana sem að gusu. Heldur að veri 80% fyrirtækja sem samþýttu það. Það voru 20% sem samþýttuð ekki. Og ég sé ekki alveg hvernig SA ætlar að neyða menn. Nei. Og þá náttúrulega eftir að koma í ljós í félagsdómi, það sem að eina rökum Alþýðusambandsins og Eflingar er að SA hafi raunverulega ekki heimil til þess að boða verkbann. Að það verði að vera nær þeim sem að ber skaðan eins og í verkvalli. Ég get ekki kosið að þú fari í verkvall. Heldur verður bara það fólk sem á að fara í verkvall að kjósa. Og það eigi að hluta til við þetta að SA sé bara of hátt. ASÍ til dæmis ekki með verkvalls, getur ekki bóða verkvall, ekki starfsgreinasambandið. Þetta verður að vera félögin sjálf og í tilfelli SA ætti það raunverulega bara að vera fyrirtækin, hvert fyrir sig sem samþykkti það. Að það heildarsamtök eins og SA get ekki gert það. Nei, einmitt. Það er eina rökunum sem að SA hefur til morguns að svara núna. Hinn rökin eru þau að það sé óheimilt að láta til dæmis Samherja sem er ekki með eina starfsemi í Reykjavík, ekki Eflingar fólk í vinnu, að það geti kosið. Einmitt. Þannig að... Já, þetta er svolítið svona, allt við þetta svolítið langsótt. Já, það er svona lögfræðin í þessu, en taktikinn að ég skerað með fæturnar af því að þú stakst flís í stórutan á mér. Já, einmitt. Ég held að sko... Já, þetta er svolítið þannig svona, einmitt í einhvern veginn hlutföllunum. Já, þú heyrir enga að verja þetta. Nei, einmitt. Það bara þögnum þetta og ég held að málið sé bara þessi hugmynd sem að verkbannið er. Já. Venjist alveg hryllilega illa. Já, einmitt. Einmitt. En það var önnum máliðin Ólafur Helgu. Já. Það var frestað, eða ekki beint, sko. Heldur á fyrsta taka fyrir frávísunartillögu. Já. Sem er það að málið sé eiginlega bara það sé alla dagsetningar í því séu liðnar miðlunartillagan sé eiginlega ekki á borðinu. Nei, einmitt. Þau halda því fram að hún sé ígildi kjarasamnings og eigi að hafa þetta ekki gildi vegna þess að hún var ekki felld innan 4 vikna en sáfrestur er liðin. Já. Þannig að það er ekki mannstu þegar dómarinn í hryðjuverkamálinu ákvað að taka frávísunna fyrir fyrst. Já, einmitt. Og síðan vísaði því frá hryðjuverkalutuna. Þetta er svona eitthvað lögtæknilegt, sko. Já, þú veist, akkur eigum að fara eða tíma í málflutning á ykkur sem verður bara að vísa frá. Nákvæmlega, einmitt. Mér fannst það svona hljóma þannig að það væri þannig. Einmitt. En verkvöldinu eða þá? Já. Svo ég ætla að ræða við Ragnar Þór eftir svona áhrifin að þessu tvennu verðbólgunni og svona átökunum á vinnumarkaði. Já. Ég býst við að hann sé ekki kátur með stöðuna. Nei, einmitt. Hann skrifaði grein. Já, einmitt. Hún heitir 598. Já. Eða 598. Já. Veistu hvað það er? 598. 598. Nei, það var eitthvað... Segðu mér. Það er þegar hann var að semja þá vildi hann að það erði sett ef að neysluvísitalan færi yfir 598 að þá eru samningarlausir. Þannig að það væri hagur samtaka atvinnulífsins og fyrirtækjana og ríkisins að halda verðbólgunni niður. Þetta náðist ekki í gegn. Nei. Til þess líkunar á því að við förum út úr 598 það getur bara gerst í vorum því að það eru bara 3,6% eftir. Nú hækkaði verðbólgunum 1,3%. Þannig að þú þyrftir bara að fá 3 svona mánuði. Það var mars, apríl, mæ og þá var þetta farið. Já. Og eðli verðbólgu er oft þannig að hún fer svona upp en hún er mjög sjaldan svona niður. Sko. Hún fer mikið hægar niður. Þannig að ég myndi halda 598 talan, við sæjum hann að ef ekki mæ að þá svona í júni, síðastalega júli. Já, og ég held að spyrja hann að þessu eftir. Ég býst við að hann upplifið að svona forsötur allra samningarna þessu brostnar þegar við förum yfir þennan punkt. Það er mjög líklegt. Heyrðu, svo var uppgjör Brims. Já, við skrifum aðeins það því að Brim er náttúrulega stort fyrirtæki og fitnar af auðlindin okkar. Jú.
Ég hveti fólk til þess að kíkja á svona frétt okkar sem við skrifum ég held að fara út í morgun. Þá að því að ef maður tekur svona borgar allan kostnað og skiptir svo restinni á milli launafólksins, það sem að lánar peninga til fyrirtækisins, sem eru þá lánastofnanir sem fá vexti, starfsfólki fá laun, lánastofnanir fá vexti, ríki fær skatt og gjöld, meðal annars veiðigjöld og tryggingagjöld og hlera, og svo það sem situr eftir það sem hlutarnir geta ráðstafað. Og það geta borgað sér út í arð eða geymta inn í brím til frekari fjárfestinga. En þetta svona þeirra til ráðstofunar. Þetta ekki arður sem þið taka út. Ég sjáur að við erum þá þannig að eigandum taka ekki endilega út arðina því að það er svo arðbært að geyma þetta inn í sjávarútvegum. Þess að síldarvinnslan kaupir bara eitt stór fyrirtæki á ári til þess að því að þú græðir hvergi meira heldur en í sjávarútvegi. Þá munar sára litlu að það sem all launafólki fær, það eru 713 störf þannig, heilsástörf, munar mjög litlu að það er bara ívið hærra heldur en það sem að hagnaðurinn sem er inni í fyrirtækinu, sem að eigandun hafa til ráðstofn. Og það vil svo til. Það eru 2 bræður sem eiga helminginn af hlutafénu og þar af á Guðmundur í Brim 44% í Brim. Ef maður Brim á í sjálfum sér og hann á í 2 fyrirtækjum og svona. Þannig að hann á svona cirka 44% í Brim. Það þýðir það að, ég man ekki hvað tala var ekki. Hvað var hann? Hjálmar á tæplega 6%. En þessi hlutur hans Guðmundar. Já, ef maður deilir hlut launafólksins í 713, að þá er eiginlega hlutur Guðmundar 285-falt það sem að meðal starfsmaður fær. Og ofta verið það svona velta fyrir að þeir sem að hætta fíi sínu og þeir sem að rekita og þeir að fá svona, en ég veit ekki, á sjónum það skipstur á 2 hlutum, stundum hann á 3 og þá er 3. hluturinn borgað frá útgerðinni. En 285-falt er svolítið mikið. Það er svolítið mikið. Er auðvaldið eða kapitalið svona mikil svirði? Ég held að það er komin einhver svona stemning og búin að vera núna lengi einhver svona stemning. Ég held að við byrja bara einhvern fyrir hrun þegar ofurlaunin voru bara, þetta var alltaf að byrja einhvern veginn smám saman og þótti bara eðlilegt að menn væru á skriljónföldum. Þetta er það sem hann auðgast. Já, en þetta er það sem hann auðgast og einhverju myndi segja bara svona akkur má hann ekki auðgast, hann bara á þetta fyrirtæki og búin að fjárfesta í þessu og má hann ekki bara græða. Þetta er svolítið mikið Þetta er náttúrulega bara mjög mikið. Við höfum að ræða, hvað má hann græða mikið? Ríkikallin er hann 285 sinnum verðmættir en launamaðurinn. Þetta er bara svona, þú veist, þetta er eins og þegar við vorum að rekna hagnaðin hjá Samherja, þú veist, eins og við myndum gefa Þorsteini Má 1 milljón á dag frá því hvað 1530 eða eitthvað svo leys. Þannig að þú veist, þetta eru svo klikkaðar tölur. Eitthvað getur sagt það og auðvitað er hlutið þessu svokallega arðrám. Hann tekur arðina vinnu fólksins og stingur í vasa. En það er ekki alveg rétt í Brim vegna þess að hann er líka þetta er auðlinda arður. Já, þetta er líka sem að starfsfólki fær ekki, ríki fær ekki nema þessi 4 milljarðar eitthvað. En eigandunni fá mest af arðinum af auðlindinni. Já, einmitt. Þannig við ætlum að ræða þetta eins og við eigum að ræða margt, þá eigum við að ræða það hvað er eðlilegt að eigandunni fái jafn mikið og allt starfsfólkið. Já, þetta er bara það er eitthvað skytið. Þetta er bara rosalega furðulegt. Heyrðu, Þórður Snær og Arnar Þór stefna Páli Vilhjálmssyni. Já. Páli bloggara, kennara í Hafnarfirði sem er með bloggsíðu sem heldur tilfallandi athugasemdir. Eitthvað svoleiðis. Hann heldur í fram að þeir hafi tekið þátt í að byrla fyrir Páli skipstjóra hjá Samherja. Já, leigupenna Samherja. Og náð af honum fengið konu sem tengdist Páli til þess að byrla fyrir honum. Náðu af honum farsímanum, fóru með hann upp á RÚV. Það sem þeir náðu öllum gögnum út úr honum einmitt. Og eru þarlegandi meðsekir í byrlun og þjófnaði. Akkurat. Þessu hefur hann haldið fram. Já. Og þeir stefnunum og þóla ekki að setja undir þessu. Nei. Og fara í meiðuramál við hann. Já. En hann, það voru yfirheyrslur yfir þeim í dag en hann mætti ekki í dómsalinn. Nei. Vegna þess að hann var heima að skrifa
inn á bloggið sitt þar sem hann fór yfir þetta allt saman og hann segir að það er bara kortir í það vegna þess að það séu ykkur tölvupóstar sem að gengu á milli manna sem að þeir eittu en nú sé lögreglan að náði með aðstóð ykkur erlendar sérfræðinga upp úr ykkur hörðu drifi og þá munu komið ljós að hann hefur rétt fyrir sér. Hann hefur reyndar sagt eitthvað svona áður, þetta sé bara rétt handa við hornið, endanlega sönnunum að ég hefur rétt fyrir mér. Einmitt. Og trúar hann ekki? Nei, ég held ekki að sko þeir hafi byrlað ennum, ég trúi því ekki sko. Þetta er það sem kom út úr þessum, það sem hann segir að þeir hafi náð út úr farsíma Páls, Stengriðssonar held ég sé. Eru það sem að fólk mannur glefti fréttum af svo kallari skærulega dild Samherja sem að sko fólkið sem að tilheyrir skærulega dildinni kallaði sig það sjálft sko. Þetta er ekki heiti sem að blaðamennir þetta var hópur sem að þau bjöku til sem að Páll reyndar er að altså Viljánsson í pistli sínum í dag að blaðamenn hafi búið til þetta heiti. Nei, það er náttúrulega ekki rétt en einmitt. Það náttúrulega hefur pottet einhver náð símanum sko, en ég held að það get ekki ímyndað mér að það hafi gerst svona. Það kom hann fram eitt sem ég vissi ekki, hann Aðalsteinn Kjartansson sem var í Kveik og fór síðan yfir á Stundina. Hann er bróðir ritstjórans. Já. Einmitt. Það er alltaf komast að hvað Íslandi lítið. Ísland er svo, já, þetta er náttúrulega bara þetta er allt svona. Herðu, ég Við erum svolítið lengi með fréttinnar því að við vorum náttúrulega með góða gest hérna. Kannski síðasta frétt, það er hann Haraldur Þorleifsson var rekinn frá Twitter. Ég er með aðra reynda frétt. Nú? Ólöf Helga og Agnieszka Eva ætla ekki að þau buðu ekki fram lista á móti trúnaðarráðinu í Eflingu og því verður sjálfkjörið og það kemur nýr varaformaður Eflingar bara þegar aðalfundur verður og nýr ritari. Já. En Haraldur Þorleifsson, hann var rekinn. Herðu, hann var rekinn frá Twitter. Ásamt miklu fjölda. Já, þeir eru búin að vera að segja upp hóp og fólki, þannig og eiginlega alveg rosalega mörgum. Eins og öll þessi tæknifyrirtæki. Öll þessi tæknifyrirtæki, þau eru að fara að innleiða einhverja nýja gervigreind, öll þessi fyrirtæki. En er ekki bara þeir réð allt á marka? Jú, svo er það náttúrulega líka. Þannig að það er kannski verið að leiðrétta það líka. En Haraldur er svo mikill sonur þjóðarinnar, óskapat þjóðarinnar. Já, einmitt. Fólk er alveg eyðilagt yfir hann að vera rekinn. Já. En ég held að sé enginn á Íslandi sem að þolir að eins vel að vera rekinn eins og Haraldur. Örugglega ekki, sko. Hann á alveg fyrir músli og öllu. Já, ég menna, hann er með sitt prógram í gangi annað, sko. Þannig að Já. En heldur hann að vera rekinn af því að hann lýsti því yfir að hann var ekki vel við Elon Musk. Ég held að geta alveg spilað inn í, sko. En ég veit það ekki. Ég hef ekki forsendur til að leggja mat á það í rauninni. En hvað eru margir sem að vinna á Twitter og SpaceX og Tesla? Þetta er alveg rosalega fjöldi. Og það eru öllum að líka vel við það? Nei, auðvitað ekki sko. En samt, maður veit ekki. Hann er svona svolítið spes. Auðvaldi orðið svona, er þetta alræði auðvaldsins? Já, þetta er rosalega. Þú verður að tala vel um Stalin. Já, ég held að. Ég held að sé orðið svolítið þannig. Þú voru að vera í svona í liðinu sko. Þau sagði að fólk sem álst upp í Sovjetinu að í Sovjetinu var það þannig að þú mátti tala illa um verkstjóran og yfirmannin á vinnustanum en ekki sko þjóðuríkja. Nei, ekki eigandan. En í vestrinu þá er þetta öfugt. Sko, þú mátti tala illa um forsetan en þú verður að tala vel um þann sem rekur fyrirtækið. Já, nákvæmlega. Heldur við séum þar eitthvað þar? Já, ég held að við séum svolítið þar kannski. Herðu, fréttirnar er búnar. Jöp. Herðu, þá skemmt.